Komið sæl, þá segi ég fund bæjarstjórnar númer 240, haldinn á bæjarskrifstofunni, miðvikudaginn 10. desember klukkan 17:30 settan. Mér langar að bjóða gesti nær og fjær, velkomna. Mættir til fundarins eru Birgir Örn Ólafsson, Björn Sæbjörnsson, Eva Björk Jónsdóttir, Andri Rúnar Sigurðsson, Inga Sigrún Baldursdóttir, Kristinn Björgvinsson, Ingþór Guðmundsson, Guðrún P. Ólafsdóttir, bæjarstjóri og Ásta Friðriksdóttir, sviðsstjóri fjármál og stjórnsýslu sem jafnframt ritar fundargerð. Og áður en við höldum til dagskrár, þá ætlar forseti að fá að leita afbrigða með 3 mál sem eru þá mál númer 8 á dagskrá, vegir í náttúru Íslands, dagskrárliður 9, úrsögn Grindavíkurbæjar og samningum rekstur sameiginlegra þjónustúrræða í þágu fatlaðs fólks á Suðurnesjum og dagskrárliður 11, fundargerð skipulagsnefndar. Fæ ég samþykki fyrir að bæta þessu á dagskrá? Allir ekki að merki, það er samþykkt samhljóða. Og þá vindum við okkur í dagskrána. Fyrsta mál á dagskrá er lántaka hjá Lánasjóði sveitarfélaga, desember 2025. Lögð er fram tillaga lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga, auk minnisblaðs bæjarstjóra. Í kjölfarið verði lán sveitarfélagsins og Íslandsbanka greitt upp. Áður en ég gef orðið laust, þá langar mig aðeins að renna í gegnum tillögu að afgreiðslu hér til bæjarstjórnar. Og eins og kemur þá er talað 100 milljón króna lán samkvæmt til lánaskilmáli sem í boði. 130, takk fyrir. Lántakan í formi langtímaláns í þeim skuldabréfaflokkum sem lánasjóðurinn býður hverju sinni. Bæjarstjórnin hefur kynnt sér skilmála viðkomandi skuldabréfaflokka eins og þeir birtast á heimasíðu lánasjóðsins. Til tryggingar lánunu þar með talið höfuðstól, uppgreiðslugjaldi, vöxtum, dráttarvöxtum og öðrum kostnaði samþykki þá bæjarstjórnin að tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011. Nánar tiltekið útsvarstekjur og framlögur og jöfnunarsjóði sveitarfélaga verði veðsettar. Lánið tekið til að fjármagna framkvæmdir ársins og endur fjármagna afborganir eldri lána sveitarfélagsins hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Er að ræða verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga númer 150 frá 2006 stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga. Jafnframt Guðrúnu P. Ólafsdóttur bæjarstjóra kennitala 15.03.77 5799 veitt fullt og ótakmarkað umboð til að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga fyrir hönd sveitarfélagsins Voga, sem og til að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda öll skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántökunni, þar á meðal beiðni útborgun láns. Orðið laust. Guðrún, gjörðu svo vel. Já, virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta markar bara táknræn og ánægjuleg tímamót að hérna verið að taka lán hjá Lánasjóðnum, þar sem verið að fjármagna afborganir ársins og framkvæmdir. En á sama tíma sjóðstaða sveitarfélagsins góð, þannig að nú komin tíma að greiða upp lán sem tekið var hjá Íslandsbanka til að fjármagna rekstur á sínum tíma. Og það er bara ánægjulegt að við séum komin á þennan stað. Takk fyrir. Orðið ennþá laust. Nú ef engin fleiri vilja kveða þessi ljós, þá ætla ég að leggja þessa tillögu til samþykktar og þeir sem samþykkja hana gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í annað mál á dagskrá, en það er gjaldskrá sveitarfélagsins 2026 og orðið laust. Gjörðu svo vel, Guðrún. Já, forseti bæjarfulltrúar, gjaldskrá sveitarfélagsins liggur hér fyrir til afgreiðslu og ég ætla að fara nokkrum orðum yfir helstu breytingar á milli ára.
Gjaldskrán hefur verið yfirferð síðustu vikur og verður aðgengileg á vef sveitafélagsins á næstu dögum fyrir þá sem vilja kynna sér hana betur. Útsvarshlutfall verður óbreytt á milli ára eða 14,97%. Tillaga að álagningarreglur fasteignagjalda breytist þó nokkuð á milli ára. Það hvað varðar húsnæði fellur undir A-stofn fasteignaskatts eða íbúðarhúsnæði. Lagt til að álagningarhlutfall A-stofns fasteignaskatts lækki úr 0,42% í 0,28%. Lóðalega A-stofns haldist óbreytt í 1,15%. Þá lagt til að vatnsgjald hækki úr 0,08% í 0,11% og fráveitugjald hækki úr 0,085% í 0,12%. Lagt til að fast sorpgjald per íbúðaeiningu sem og gjöld vegna meðhöndlunar úrgangs haldist óbreytt að krónutölu per íbúðaeiningu milli ára. Fasteignahlutfall B-stofns verði 1,32% sem óbreytt hlutfall sem og C-stofns sem 1,65% af fasteignamati. Aðrar álögur B- og C-stofns fasteignaálagningar haldast óbreyttar. Þá lagt til að þjónustugjaldskrár sveitafélagsins hækki að jafnaði 4% með 2 undantekningum. Það að hádegisverðargjald í leikskóla lækki það bil 1.000 krónur á mánuði sem í samræmi við gjaldskrá nágrannasveitafélaga og að tekið verði fast afgreiðslugjald skipulags- og byggingafulltrúa. Takk fyrir. Orðið laust gjaldskrána. Nú, ef ekki eru fleiri orð hana, þá legg ég hana hér til samþykktar. Þeir sem samþykkja gjaldskrána gefur merki. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 3. lið dagskrár. Það fjárhagsáætlun 2026 og langtímaáætlun 2027 til 2029. Og orðið laust. Guðrún, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar. Í dag lögð fram til síðari umræðu bæjarstjórn tillaga að bindandi fjárheimildum fyrir árið 2026 ásamt 3 ára áætlun 2027 til 2029. Umræðum tillöguna hefur áður farið fram í bæjarstjórn, bæjarráði og meðal stjórnenda stofnana sveitafélagsins. Reksturinn á árinu hefur einkennst af áframhaldandi bata í afkomu. Mikil íbúafjölgun síðasta árs, auk íbúafjölgunar á árinu, hefur skilað sér í auknum tekjum á árinu. Á sama tíma hefur áfram verið lögð áhersla á ráðdeldi í rekstri og ábyrga fjármálastjórn. Þetta skilað sér í traustri afkomu. Ein meginforsenda í áætlun 2026 sú innri forsenda lítur að íbúafjölgun. Í fjárhagsáætlun 2026 lagt til að ekki sé sett sérstakt álag á útsvar með tillit til íbúafjölgunar umfram það sem Samband íslenskra sveitafélaga leggur til og þar af leiðandi eru ekki lögð til fjölgun stöðugilda í safnpottum á grundvelli íbúafjölgunar eins og gert var fyrir þetta ár. Óvissuþættir eru það margir hvað íbúafjölgun varðar. Auk innri forsenda litið til ytri forsenda svo sem atvinnuástands, efnahagshorfa, vaxtastigs og verðbólgu sem getur haft töluverð áhrif á rekstrarniðurstöðu sveitafélagsins eins og dæmin hafa sannað undanfarin misseri. Nú, 3 megin áherslur má finna í fjárhagsáætlun sveitafélagsins fyrir árið 2026. Í fyrsta lagi lögð áhersla á að íbúar í sveitafélaginu njóti góðs að bata í rekstri í formi lækkunar fasteignaálaga, eins og áður rakið í yfirferð gjaldskrár og forseti mun fara nánar yfir í bókun bæjarstjórnar. Í öðru lagi að þjónusta eflist í stækkandi bæ. Sveitafélagið heilsueflandi samfélag og taka áherslur í fjárhagsáætlun mið af því sem og áherslum að styðja við fjölskyldur og samfélagslega uppbyggingu. Ýmis spennandi verkefni í farvatninu og sérstaklega ánægilegt að sjá hvernig nýtt skipurit
þar sem nýtt fjölskyldusvið bætist við, styður við áherslur bæjarstjórnar. Í bókum bæjarstjórnar verður vikið að helstu verkefnum og fjárfestingum næsta árs. Auk þess hvet ég fólk til að skoða vel greinargerð en þar er af nægu að taka. Þar er að finna ítarlega útlistun á helstu áherslum í starfseminni 2026 sem er nýlunda, auk hefðbundinna fjárhagslegra gagna. Í þriðja lagi verður áfram unnið að uppbyggingu atvinnulífs í sveitarfélaginu. Sérstök áhersla verður lögð á Keilisnes í því samhengi. Afkoma sveitarfélagsins hefur í gegnum tíðina sveiflast umfram meðaltal afkomu sveitarfélaga á landsvísu. Atvinnuuppbygging mun skjóta enn styrkari stoðum undir rekstur sveitarfélagsins, auk þess að fjölga atvinnutækifærum í heimabyggð. Það sem senn líður að lokum kjörtímabils langar mig að minnast stuttlega á hvað hefur skapað þann árangur sem náðst hefur í rekstri sveitarfélagsins og leggur grunn að enn öflugri þjónustu og farsælli uppbyggingu innviða. Árangri í rekstri undanfarin ár hefði ekki verið náð nema fyrir samstillt átak allra bæjarfulltrúa, starfsmanna sveitarfélagsins og skilnings bæjarbúa á aðstæðum. Stöðugleiki einkennir nú starfsemi sveitarfélagsins eftir viðburðarík misseri og mikilvægt er að sá stöðugleiki haldist. Við horfum bjartsýn til framtíðar. Vissulega eru blikur á lofti í efnahagslífi og jarðhræringum er líklega ekki alveg lokið. Hins vegar höfum við sýnt á undanförnum misserum að samstíga náfa árangri og yfirstígum hindranir hverja svo sem þær kunna að verða. En víkjum þá nánar að rekstrinum í tölum. Til að setja í samhengi hversu miklum árangri hefur verið náð á undanförnum árum er rétt að líta til þeirra viðmiða sem sveitarfélögum eru sett í reglugerð fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga. Svokölluð jafnvægisregla kveður á að uppsöfnuð rekstrarniðurstaða á hverju 3 ára tímabili sé jákvæð. Uppsöfnuð 3 ára rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins var í upphafi kjörtímabils neikvæð 525 milljónir. Fyrir árið 2026 er áætlað að uppsöfnuð 3 ára rekstrarniðurstaða nemi 480 milljónum króna. Hér hefur orðið umturnun í rekstri. Skuldaviðmið sem kveður á að samtala skulda og skuldbindinga megi ekki vera hærri en sem nemur 150% af tekjum samstæðu sveitarfélaga. Hefur á tímabilinu hæst farið í 88% en er áætlað að verða 48% í árslok 2026. Þannig hefur verið búið í haginn og umtalsvert svigrúm skapað til lántöku samhliða innviða uppbyggingu næstu ára. Fjárhagslegum markmiðum sem sett voru í fjárhagsáætlanagerð 2022 hefur að megninu til verið náð. Nýrra bæjarstjórnar býður að uppfæra markmið með tillit til rekstursins eins og hann lítur út í dag. Þá eru það helstu forsendur og lykiltölur í fyrirliggjandi tillögu að fjárhagsáætlun. Í forsendum er gert ráð fyrir að íbúafjölgun verði 4% á árinu 2026. Farið svo heldur lækkandi og verði 2-3% á ári árin 2027 til 2029. Gert er ráð fyrir 5% atvinnuleysi árið 2026 en að það verði svo svipað á síðari hluta áætlunartímabilsins eða ríflega 4%. Spár verðbólgu er í samræmi við þjóðhagsspá eða 3,5% á næsta ári, 2,7% árið 2027 og 2,5% árið 2028 og 2029. Þá er gert ráð fyrir að laun hækki alltaf 5% á árinu 2026, það er í samræmi við kjarasamninga. Og í kjölfarið í takt við þjóðhagsspá hækkun launavísitölu eða 4,1% árin 2027 til 2029. Gert er ráð fyrir óbreyttu útsvarshlutfalli 14,97% á tímabilinu. Þá er gert ráð fyrir sömu forsendum í fasteignaálagningu fyrir árið 2027 til 2029 og samþykkt var í dagskrárlið gjaldskrár 2026.
Gert ráð fyrir framlögum úr jöfnunarsjóði í samræmi við greiðsluáætlanir sem gefnar hafa verið út fyrir árið 2026 og að næstu ár hækki framlög sem nemi vísitöluhækkunum. Gert ráð fyrir að þjónustutekjur hækki að jafnaði 4% á næsta ári og eftir það í takt við verðlagsbreytingar samkvæmt þjóðhagsspá. Ný stöðugildi samkvæmt fjárhagsáætlun 2026 um 3 og það í takt við það sem áður kom fram að brugðist verði við í stofnunum bæjarins ef íbúafjölgun verði meiri, sem aftur skila sér í auknum tekjum sveitarfélagsins á móti. Launakostnaðarhlutfall áætlað 48,1% 2026 og gert ráð fyrir að það fari hækkandi næstu 3 ár þar á eftir og verði og yfir 50%. Hver rekstrakostnaðarliður var skoðaður við áætlanagerð 2026 og sérstök grein gerð fyrir öllum kostnaðarliðum umfram áætlanir verðlags- og launaþróun. Áætlað að rekstrakostnaðar hækki nokkuð á milli ára og munar það mest hækkanir undir málaflokki félagsþjónustu, einkum og sér í lagi undir málaflokki fatlaðs fólks. Rekstrakostnaðarhlutfall áætlað að verði 39,1% árið 2026. Árin 2027-2029 gert ráð fyrir lækkandi rekstrakostnaðarhlutfalli. Fjármagnsliðir áætlaðir samkvæmt gildandi lánasamningum. Áætlað að fjárfestingar nemi 285 milljónum króna árið 2026 og að gatnagerðargjöld nemi 25 milljónum króna. Nettó fjárfestingar því áætlaðar að nemi 260 milljónum króna. Ný lántaka ársins 2026 áætluð að verði 100 milljónir króna. Á árunum 2027-2029 áætlað að ný lántaka hækki til samræmis við vaxandi innviðauppbyggingu og nemi á bilinu 150 til 200 milljónum króna. Gert ráð fyrir að afborganir af lánum og leiguskuldbindingu á tímabilinu sé í samræmi við skilmála samninga. Lífeyrisskuldbinding áætluð út frá uppfærslu útreiknings mitt ár 2025 og áætlað að hækki í takt við vísitölu á árunum 2027 til 2029. Svolítið mikil upptalning, en þá skulum við stukla á stóri í rekstrarreikningi samstæður rekstrar fyrir árið 2026, en fyrir áhugasama mun fjárhagsáætlun 2026 til 2029 verða sett á vef sveitarfélagsins á næstu dögum. Áætlað að rekstrartekjur samstæðu árið 2026 nemi tæplega 3 milljörðum króna og rekstrargjöld samstæðu nemi 2,6 milljörðum króna. Rekstrarniðurstaða samstæðu áætluð að nemi 168 milljónum króna. Þá áætlað að veltufé frá rekstri samstæðu verði 341 milljón króna eða sem nemur 11,4% af heildartekjum. Skuldaviðmið samstæðu í árslok 2026 áætlað að verði 47,8%. Heildareignir A og B hluta áætlaðar 3,9 milljarðar króna í árslok 2026 og skuldir og skuldbindingar áætlaðar að nemi 2 milljarðar króna. Ég ætla ekki að hafa lengri orð tillögu fjárhagsáætlun 2026 til 2029 en til frekari glöggunar mun fjárhagsáætlun auk hinnar ítarlegu greinagerðar og gjaldskrár vera aðgengileg á vef sveitarfélagsins á næstu dögum og hvet ég alla til að skoða það vel. Við vinnu fjárhagsáætlunar hefur ríkt góð samstaða meðal bæjarfulltrúa. Framlögð fjárhagsáætlun afrakstur samvinnu fulltrúa allra flokka í bæjarstjórn. Kjörnum fulltrúum, stjórnendum og starfsfólki sveitarfélagsins færi ég bestu þakkir fyrir þeirra mikilvæga framlag og gott samstarf við undirbúning fjárhagsáætlunar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðrún. Orðið ennþá laust. Björn, gera svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Guðrún, þakka þér fyrir bara góða og yfirgripsmikla yfirferð á fjárhagsáætlun. Svo sem ekki mikið við það að bæta svo sem þannig laga séð. Hvað tölundur allar varðar, en mér langaði nú bara eiginlega til að koma hérna upp og svona við lok þessar fjárhagsáætlunum vinnu
og lýsa bara yfir ánægju minni yfir því hversu vel hefur tekist við að snúa við rekstri sveitarfélagsins sem stendur nú bara mun traustari fótum og horfir bara virkilega vel til framtíðar. Og eins og Guðrún kom inn á þá hefur þetta verið gert með samhentu átaki hérna okkar bæjarfulltrúa og starfsfólk sveitarfélagsins. Og álögur hérna á íbúa verða lækkaðar bara með myndarlegum hætti og farið verið umtalsverðar framkvæmdir á næsta ári. En ég ætla nú ekki að fara að þylja upp hérna mikið af tölum úr áætluninni. Guðrún gerði það hérna áðan og það verður gert væntanlega í bókum bæjarstjórnar hérna á eftir. En svona, mér langar samt að nefna svona bara allra helstu sem bara rekstrartekjur þessar sveitarfélags sem áætlaðar á næsta, sem við erum að horfa fram á núna, eru sko nærri 3 milljarðar króna og þar að vera 168 milljónir í niðurstöðu og veltufé upp á 340 milljónir. Þetta rosalegur viðsnúningur frá því sem að var ekki fyrir svo löngu síðan og þessu ber að fagna. En þessum góða árangri eru gefið góð skil í greinagerð með fjárhagsáætluninni og þar kemur líka fram þau mörgu góðu mál sem við ætlum að leggja lið. Og ég ætla líka hérna bara að þakka samstarfsfólki mínu í bæjarstjórn og starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir bara ánægjulega og góða vinnu við þessa fjárhagsáætlun. Takk fyrir þetta, Björn. Orðið ennþá laust. Eva, gerðu svo vel. Virðulegi forseti og bæjarfulltrúar og gestir, nær og fjær. Kæra þakki Guðrún fyrir frábæra yfirferð. Þetta búið að vera gríðarleg vinna og ekki bara hérna og rosalega gott samstarf eins og Björn kom hérna inn á og Guðrún líka. Þannig að það bara eins og þú fórst yfir bæði Guðrún og Björn, bara það ánægilegt að sjá rekstur sveitarfélagsins skilar jákvæðri niðurstöðu. Þetta er skýr vísbending að við erum á réttri leið. Að tekjurnar eru traustar, aðhaldi gott og við séum að skapa rekstrarumhverfi sem heldur áfram að styrkja fjárhag sveitarfélagsins. Þrátt fyrir að við höfum tíma verið í ákveðinni innviðaskuld og það nú bara allt í lagi að segja það upphátt, þá ljóst að rekstur sveitarfélagsins hefur styrkst og staðan að batna. Við sjáum nú raunhæfa möguleika á að ráðast í fleiri framkvæmdir og byggja upp innviði í takt við vaxandi þarfir íbúa. Þetta gefur okkur tilefni til að vera bjartsýn og óhætt að segja að það eru spennandi tímar framundan, eins og búið að koma fram. Þannig að ég bara teku undir báðum ræðumönnum hér og undan mér. Ég vil bara þakka samstarfið, eins og ég segi, þetta bara búið að vera rosalega mikil vinna og mikil samstarf. Það margir sem koma að borðinu þegar svona stór vinna gerð. Og svo, ef ég kem ekki aftur upp í pontu, þá ætla ég að nýta tækifærið og óska öllum gleðilegar hátíðar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eva. Orðið ennþá laust. Fyrirgefðu Kristín, gjörðu svo vel. Forseti, gestir og aðrir. Ég ætla bara að fá að taka undir með þeim sem hafa tekið til orðs hérna og þetta búið að vera mjög ánægjulegt að vinna með ykkur öllum. Það ekki sjálfgefið í svona pólitísku umhverfi að listar vinni vel saman og það búið að vera mjög ánægjulegt bæði að fá frá öðrum það sem maður að gera vitlaust og fá að koma með skoðanir sínur á borðinu og það hlusta á þær. Það ekki sjálfgefið og ég held að mættu önnur sveitarfélög á landinu taka sér til fyrirmyndar eða aðrir önnur pólitísk öfl vegna þess að vinna í sátt og samlyndi mjög gott. Við höfum tekið þetta okkar
umræðu á bæjar ráðsfundum sem hafa verið oft upp í 3 og allt upp í 4 tíma, unni málin. Þar að leiðandi höfum við getað leyst málin farsarlega hérna, ekki þurft að vera eitthvað orðaskak í pontu. Og þetta bara mjög gott og ég vil bara þakka ykkur öllum bara mjög vel fyrir og vel störf og sérstaklega ykkur embættismönnunum okkar. Bara takk fyrir og eins og Eva sagði, gleðilega hátíð. Takk fyrir þetta, Kristín. Herðu, já, orðið er laust. Ég fylgjast betur með, ég gleymi ekki neinum. Ég verð nú að fá að leggja aðeins orð í belg. Ég veit ég á langa bókun bæjarstjórnar fyrir höndum, þannig að ég ætla að hafa þetta bara örstutt. Taka bara undir allt sem hefur komið fram og kannski að minna okkur á það að eins og síðasti ræðumaður kom inn á áðan, að þeir sem að næsta bæjarstjórn sem tekur við, það væri óskandi ef að menn getur haldið áfram á sömu braut, þrátt fyrir að við vissulega höfum mál sem að við erum ekki alltaf sammála að þá höfum við talað okkur niður á niðurstöðu. Þannig að ég vona það að bæjarstjórn sem tekur við haldi uppteknum hætti og gleymum því ekki að árangurinn í rekstri, hann kemur vissulega af aukningu tekna, en hann kemur líka út af snarræði og hagræði þeirra sem hér vinna að kafa ofan í hlutina og nýta hverja krónu vel. Og það er það sem setur okkur í þessa stöðu í dag. Og til þess að viðhalda því, þá þarf sama samtakamátt og vilja sem hefur verið hér til staðar. Þannig að ég þakka fyrir það líka. En ég ætla að óska ykkur gleðilegra jóla á eftir. Ég ætla að geyma það. Herðu, ef að fleiri vil ekki kveða sér hljóðs, þá ætla ég að fá með leyfi að lesa hér upp bókun bæjarstjórnar. Og hún er svo hljóðandi. Fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Voga 2026 til 2029 endurspeglar traustari rekstur eftir tímabil fjárhagsstrenginga og aðhalds í rekstri. Hagræðingu í rekstri verður skilað til íbúa í formi lækkunar fasteigna álaga og eflingar þjónustu. Áfram verður unnið að uppbyggingu atvinnulífs í sveitarfélaginu með það að markmiði að tryggja tekjustofna og fjölga atvinnutækifærum í heimabyggð með sérstakri áherslu á Keilisnes. Ábyrgð og festa í rekstri skapar þannig grunn að veitingu enn öflugri þjónustu í samfélaginu. Þá hefur verið búið í haginn varðandi uppbyggingu innviða í stækkandi sveitarfélagi. Bæjarstjórn lagði við gerð fjárhagsáætlunar ríka áherslu á að hagræðingu yrði skilað til íbúa. Alhluti fasteignarálægningar eða álagning fasteignaskatta á íbúðarhúsnæði lækkar þannig umtalsvert eða úr 0,42% í 0,28%. Á sama tíma uppfærist vaskgjald í 0,11% og fráveitugjald í 0,12% og er það gert með tillit til raunkostnaðar rekstrar og í takt við álögur á svæðinu. Lóðarlega íbúðarhúsnæðis helst óbreytt og sorpgjöld eru óbreytt í krónutalið á milli ára. Samantekið verður breyting á fasteignagjöld álögum á íbúa á milli ára langt innan áætlarar verðlagsþróunar milli ára. Ef álögur hefðu haldist óbreyttar hefði áætluð heildarhækkun fasteignaálaga orðið 8,9% í krónutalið. Íbúar eru hvattir til að skoða greinagerð með fjárhagsáætlun þar sem sýnd eru dæmi breytingar fasteignarálægningar á milli ára. Sveitarfélag er heilsueflandi sveitarfélag og taka áherslur í fjárhagsáætlun og starfsemi þess mið af því, sem og áherslur að styðja við fjölskyldur og samfélagslega uppbyggingu. Íbúum Voga hefur fjölgað töluvert undanfarin misseri og eru nýjir íbúar kærkomin viðbót í samfélaginu. Á sama tíma er mikilvægt að hlúa vel að sameiginlegum gildum og menningu samfélagsins. Af ýmsu er að taka í nýju verkefnum og áherslum á komandi ári. Þannig verður hönnun við uppbyggingu Stóruvogaskóla lokið á komandi ári og bætt verður við deild innan heilsuleikskóla Suðurvalla. Biðtími eftir leikskólaplásum mun því styttast. Þá verður unnið að fræðslustefnu sveitarfélagsins á nýju fjölskyldusviði.
Fjölskyldudagar skipa fastan sess í hjarta Vogabúa og í tilefni 30 ára afmælis hátíðarinnar á árinu 2026 verður bætt í umfang hátíðarinnar. Styrkir til félaga sem eru máttastólpar í mannlífi Voga verða hækkar með áherslu á uppbyggingu og framkvæmdir á þeirra vegum. Íþrótta- og tómstundastefna verður fullunnin á árinu 2026 og varðar veginn til framtíðar. Frístundastyrkur hækkar 18% og verður 50.000 krónur. Bætt verður í verkefnastjórn heilsueflandi samfélags, forvarna og farsaldar í sveitafélaginu. Styrkir til félagi þágu eflingar íþrótt- og æskulistarfs ungmenna aukast verulega. Viðhald verður aukið í stofnunum bæjarins og viðhald gatna bæjarins verður aukið. Fyrsta áfanga göngu- og hjólastíg Vogastapa yfir til Reykjanesbæjar verður hrint í framkvæmd sem skapar ný tækifæri í útivist og á endanum fjölgun umhverfisvænna samgöngumáta á milli sveitafélaga. Aftur verður hafist handa við að safna saman hugmyndum íbúa það sem betur má fara í umhverfi og íbúar kjósa í framhaldinu hvaða verkefni verða fyrir valinu. Áherslu sveitafélagsins í starfsemi á árinu 2026 eru gerð ítarleg skil í greinargerð með fjárhagsáætlun. Áætlað að rekstratekjur samstæðu á árinu 2026 nemi tæplega 3 milljörðum króna og rekstragjöld samstæðu nemi 2,6 milljörðum króna. Rekstraniðurstaða samstæðu er áætlað að nemi 168 milljónir króna. Þá er áætlað að veltu frá rekstri samstæðu nemi ríflega 340 milljónir króna eða sem nemur 11,4% af heildartekjum. Skuldavið með samstæðu á árslok 2026 er áætlað 47,8% sem er verulega undir hámarksviðmiði sem er 150%. Þá er áætlað að rekstra jöfnuði 3 ára samkvæmt sveitarstjórnarlögum verði 480 milljónir króna á árinu 2026. Heildareignir A og B hluta eru áætlaðar að nemi 3,9 milljörðum króna í árslok 2026 og skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar 2 milljónir króna. Svo er hér helstu niðurstöðu fjárhagsáætlunar 2026. Rekstraniðurstaða A og B hluta verði jákvæð 168 milljónir króna eða 5,6% af tekjum. Framleiðarhlutfall A og B hluta verði 11,6% á árinu 2026. Rekstraniðurstaða A hluta verði jákvæð 96 milljónir króna eða 3,3% af tekjum. Skuldir og skuldbindingar A og B hluta verði 67,9% í árslok 2026. Skuldaviðmið samkvæmt reglugerð 502 frá 2012 verði 47,8% í árslok. Áætlað veltu fyrir frá rekstri A og B hluta verði 340 milljónir króna eða 11,4% af heildartekjum. Launahlutfall verði 48,1% á árinu. Útsvarsprósenta verði óbreytt 14,97%. Álagning fasteignagjalda breytist eins og áður hefur komið fram. Almennt miðað við að gjaldskráar fylgi verðlagsþróun og þjónustugjöld haldist óbreytt á raungildi á milli ára. Áætlaðar fjárfestingar nema 285 milljónir króna á árinu eða 9,6% af áætlaðum heildartekjum. Fjárfestingaáætlun ársins 2026 auk áætlunar fyrir árin 2027-2029 er lögð fram samhliða rekstraráætlun. Varðandi önnur fjárfestingaverkefni en uppbyggingu skóla og leikskólahúsnæðis má nefna endurnýjun gatna, göngu- og hjólastígu í Vogastapa, endurbætur á húsnæði bæjarskrifstofu, úrbætur á tæknirými íþróttamiðstöðvar og hafist verður handa við að girða knattspyrnuvöllinn af. Áfram verður unnið að endurnýjun gatnalýsingar og bættu umferðaröryggi. Svo mörg voru þau orð. Ég legg því fjárhagsáætlun 2026 og langtímaáætlun 2027-2029 til samþykktar í bæjarstjórn. Allir sem samþykkja það gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. 4. mál á dagskrá. Stjórnskipulag sveitafélagsins uppfært skipuritt. Lögð er fram tillaga að uppfærðu skipuriti sveitafélagsins í kjölfar stofnunar fjölskyldusviðs. Afgreiðsla bæjarráðs á málinu var svo hljóðandi. Bæjarráð samþykki samhljóða tillögur með áorðnum breytingum að uppfærðu skipuriti sveitafélagsins og vísa til staðfestingar í bæjarstjórn.
Með nýju fjölskyldusviði og skipuriti sveitafélagsins skapast slagkraftur til að bæta enn frekar þjónustuna við fjölskyldur. Og orðið er laust. Guðrún, gjör svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og góði gestir sem ég glemdi á það. Ég ætlaði bara aðeins að gera grein fyrir þessu nýja skipuriti okkar, að það er bara mjög ánægilegt að það hafi orðið, að það sé komið að því að stofnað hafi verið fjölskyldusvið og grundvelli stækkunar sveitafélagsins að þetta sé hægt. Þetta þýðir núna að vera með 2 starfandi fagsvið sem eru þá annars vegar fjölskyldusvið og hins vegar umhverfis- og skipulagssvið og svo stóðsvið þvert á þau 2 svið, þar að segja fjármál- og stjórnsýslusvið. Þannig að við hefum fundið að núna á haustmánuðum var ráðin sviðstjóri fjölskyldusviðs og við erum farin að finna það verulega í starfseminni hversu mikilvægt það er að þetta fjölskyldusvið hafi verið stofnað og að við getum uppfært ýmsar stefnur sem hafin er vinna að. Þannig að þetta er þegar byrjað að hafa jákvæð áhrif hér í starfseminni og fagna ég þessu mjög sem bæjarstjóri. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðrún. Orðið er laust skipuritið. Og ekki fleiri vilja kveða sér hljóðs. Þá vil ég kannski bara fá að taka undir þetta hjá Guðrúnu. Ég held að þessi ákvörðun hafi verið mjög af hinu góða og við erum búin að ræða mikið í bæði bæjarráði og bæjarstjórn framtíðar skipulag og ég tel þetta að vera gott skref í þeirri vegferð að svona enn frekar skipulegja okkur til framtíðar í stækkandi samfélagi. Þá ætla ég nú bara að leggja skipuritið til samþykktar og þeir sem að samþykkja það gefur mér merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá eru komin í 5. mál. Það er ráðning sviðsstjóra. Tekið fyrir 8. mál á dagskrá fundar númer 440 í bæjarráði frá 3. nóvember síðastliðinn. Lögð fram tillaga framlengingu ráðninga sviðsstjóra fjármál- og stjórnsýslusviðs 12 mánuði, auk minnisblaðs bæjarstjóra. Sviðsstjóri fjármál- og stjórnsýslusviðs vék af fundi undir dagskrárliðum. Afgreiðsla bæjarráðs var svohljóðandi. Bæjarráð samþykkir samhljóða tillögu framlengingu tímabundis ráðningasamnings við sviðsstjóra fjármál- og stjórnsýslu 12 mánuði og vísa til staðfestingar í bæjarstjórn. Og orðið er laust þessa ráðningu. Enginn kveður sér hljóðs, þá legg ég þessa tillögu til samþykktar. Þeir sem gefur merki, það er samþykkt samhljóða. Þá eru komin í 7. mál. Það er jafnréttisáætlun sveitafélagsins Voga. Tekið fyrir 9. mál á dagskrá bæjarráðs frá 3.11.2025. Lögð fram drög að jafnréttisáætlun sveitafélagsins Voga 2025-2026, sviðsstjóri fjölskyldusviðs og verkefnastjóri stjórnsýslu og menningar sitja fundin undir dagskrárliðnum. Afgreiðsla bæjarráðs var svohljóðandi. Bæjarráð samþykkir samhljóða framlögð drög að jafnréttisáætlun sveitafélagsins og vísa til staðfestingar í bæjarstjórn. Og orðið er laust. Guðrún, gjör svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar og gestir. Ég vildi bara segja örstutt orð þetta ágæta skref sem verið er að taka með samþykkt jafnréttisáætlunar. Við erum að uppfylla jafnréttislög og ber vott það við höfum verið að taka okkur til varðandi þær stefnur og áætlanir sem við þurfum að vera með á hreinu hjá okkur. Þessi jafnréttisáætlun gildir núna út kjörtímabilið og ný bæjarstjórn mun þá á næsta kjörtímabili setja sér nýja áætlun og vinna áfram með það sem lagt er til núna og uppfara í samræmi við vilja nýrar bæjarstjórnar. En bara ánægilegt að sjá að þetta sé núna, það sé verið að samþykkja þetta núna, vonandi.
Takk fyrir það, Guðrún. Orðið er ennþá laust. Nú ekki fleiri vilja tjá sig hana, þá legg ég hana til samþykktar. Þeir sem samþykkja hana gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 7. mál. Það er viðauki við samning brunavarnir Suðurnesja. Tekin er fyrir tillaga að viðauka við samning brunavarnir Suðurnesja varðandi greiðslufrest mánaðarlegra rekstrarframlaga aðildarsveitarfélagana. Og orðið er laust. Og engin kveður sér hljóðsund það. Þá legg ég þennan viðauka til samþykktar. Þeir sem samþykkja hann gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 8. mál. Tekið fyrir 4. mál á dagskrá 75. fundar skipulagsnefnda frá 8.12. Tekið fyrir skrá yfir vegi náttúru Íslands sem er skrá yfir vegi aðra en þjóðvegi sem stendur sem sveitarstjórn skal skrá samhliða gerð aðalskipulags samkvæmt 32. grein laga náttúruvernd númer 60 frá 2013. Fyrir liggur tillaga að skrá þá vegi sem koma til greina samkvæmt leiðbeiningum skipulagsstofnunar. Afgreiðsla skipulagsnefndar var svohljóðandi. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillagan að vegum í náttúru Íslands verði samþykkt og send skipulagsstofnun samkvæmt 32. grein laga náttúruvernd númer 60 frá 2013. Orðið er laust. Og engin kveður sér hljóð það, þá legg ég þetta til samþykktar. Þeir sem samþykkja þetta gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 9. mál á dagskrá. Það er úrsögn Grindavíkurbæjar úr samningi rekstur sameiginlegra þjónustuúrræða í þágu fatlaðs fólks á Suðurnesjum. Lögðu fram tillaga er varðar uppsagnarfrest Grindavíkurbæjar í samningi rekstur sameiginlegra þjónustuúrræða í þágu fatlaðs fólks á Suðurnesjum. Lagt er til að samþykkt verða uppsagnarfrestur samnings sé 9 mánuðir og útreikningu kostnaðarþátttöku sveitarfélaganna á árinu 2025 sé miðaður við íbúafjölda 1.10.2024 í stað 1.1.2024. Orðið er laust. Og engin kveður sér hljóðs, þá legg ég þetta til samþykktar og þeir sem samþykja þetta gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Síðan eru hér 2 fundagerðir. 10. mál, annars vegar bæjarráð sveitarfélagsins Voga, númer 440 og svo fundagerð skipulagsnefndar sveitarfélagsins númer 75 og orðið er laust þær. Nú, ef enginn veit hvað þessi hljóðs, þá er það lagt fram hér og áður en ég slít fundi, þá langar mig með leyfi hér bæjarfulltrúa fyrir hönd bæjarstjórnar að óska starfsfólki og íbúum sveitarfélagsins gleðilegra hátíðar og farsaldar á nýju ári. Leið og ég persónulega þakka ykkur öllum fyrir gott starf á þessu ári. Ég segi því þessum fundi slitið klukkan 18:14.